komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Mari Lilja og hingað eru komnir góði gestir, Ásalind Finnbogadóttir og Laufey Líndal. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk. Þið eru komnar hérna til þess að ræða annars þessi sérstakt kvöld, 80s kvöld á Dillon. Af hverju 80s? Já, einmitt, góð spurning. 80s svo skemmtilegt. Við þetta náttúrulega tónlistin sem var vinsæl þegar við vorum unglingar. Og en málið það búið að vera sérstætt nokkur svona 80s kvöld á Dillon og og ég tók eftir því, það voru sérstætt bara strákar að DJ-a, þannig að ég svona stakk því að skipuleggjaranum sem hann Dotti litli eða Þórður Helgi 80s maður Íslands 80s maður Íslands sem er á Rásarfjörð með partíverkin og einhver þætti en já, þannig að ég svona, já, stakk því að honum hvort það var ekki sniðut að við værum allavega ég og Guðrún sem erum saman í Echo and Aura sem er DJ duo við okkur fannst við vera tilvaldara á 80s kvöldi og þannig að við ákváðum að kýla það og fengum nokkra með okkur, meðal annars hana Laufey og Silju, við erum sérstætt 4, það er sérst ég, Guðrún Lársdóttir og Silja Glömme og svo Laufey. Já. Ásamt Dotta. Já, Dotti fær að byrja. Já, hann fær það. En svo taka stelpunar við og við ákváðum að hafa þetta vínilkvöld. Já, einmitt. Já, bara að því það er svo 80s. Það er bara tilheyrir stemningunni, sko. Það vera með vínil. Einmitt. Og ég kannski spyrir svo asnin, ég eigiði nóga vínil til þess að halda úti heila svona nótt. Heldur betur. Já, við erum bara með klukkutíma mann, þannig að þannig að það er ekki nema 20 lög eða eitthvað, sko. Þannig að það er ekkert mál, sko. Já. Ég allavega, á heimilunni er allavega stórt 80s samt, sko. Svo veit ég að Laufey á Slatta líka. Já, einmitt. Ég hef nú verið meira svona 70s barn, sko, en náttúrulega 80s er líka í, já, þetta, eins og Ásalind var að segja áðan, þá er þetta náttúrulega svona tónlistin sem við ólumst upp með á þegar við vorum unglingar. Þannig að þetta er svona, já, það er hitt og þetta sem að sem að kemur upp í hugan þegar maður hugsar 80s og já. Já, því þú talar að einmitt þú hefði gert aðtöðsemd við að það hefði bara verið karlar að spila og þessum kvöldum hjá honum dottalega litla. Þá ég sé að það er spurt inn á viðburðunum sjálfum, er einhver munur og stráka á stelputónlist? Mér finnst það góð spurning. Það er mjög góð spurning. Ég held ekki samt. Já, það er samt örugglega eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega, svona ákveðin félagsmótun sem við lendum öll í. Þetta var náttúrulega bara, jú, ég meina það er munur og kannski á stelpum og strákum, en tónlistinni veit ég ekki, sko. Nei. Og stelpu og strákadítir held ég að sé ekkert mikill munur á, sko. En það er kannski bara þessi hefð, að hafa alltaf kallana. Og Dotti sagði bara, það er bara að biðja vini mín að spila með mér, og ég vildi náttúrulega bara trana mig fram að því að, ég er 80s barn og stelpu DJ og ný komin í þetta DJ duo sem heitir Echo and Aura og hún er með mér, hún Guðrún Lársdóttir og við erum, tónabæjar drottningar, freestyle, skiliru og bara vorum alltaf að dansa disko og diskotökum. Þannig að, hver er betra en að spila dans? Þetta verður náttúrulega rosalega skemmtilegt danspartí. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst danspartí. Fyrir allan aldur, en kannski miðaldra, verða sérstaklega æstur að koma. Miðaldra er náttúrulega svolítið breytt bil, 30 til 60. Hvað er allir? Já, einmitt. En svo náttúrulega hefur 80s tónlist líka, hún hefur svona poppað upp aftur og aftur líka. Sívinsæl. Já, og sérstaklega náttúrulega mín sérgrein er hip-hop. Þar hefur einmitt mikið verið samplað úr 80s tónlist. Þannig að já. Þannig að það er svona ýmislegt og við náttúrulega líka, að alast upp á Íslandi þá er maður svona svolítið einangraður frá umheiminum. En bara það sem var í Skonrock. Já. Og Rástvö kannski. Akkurat, en við Ásalind eigum það kannski sameiginlegt að hafa alist upp á svona tónlistarheimilum og haft svona kannski breiðara aðgang að alls konar tónlist. Og já,
til dæmis persónulega, ég var mikið Prince-fan, allt 80s, þannig að það verður örugglega að spila við Prince, allavega þegar ég er. Já, en Ég er eitthvað svona eftirlæti, svona kannski fyrir utan Prins, þegar þú myndist á að þú væri mikið Prins mannskja, er eitthvað svona sérstætt í 80s kannski sem að, það er svolítið skortur á powerballuðum til dæmis. Ég hugsa þetta mjög oft. Mér finnst svona nútíma tónlist, hún gerir ekki alveg ráð fyrir svona tilfinningaríkum svona öskursöngballuðum. Já, svona eins og rockballuðuna. Já, akkurat. Einmitt. Það er náttúrulega einkenni svolítið 80s og svona glam rock eða svona balluður eða svona, en ég persónulega hrifnar af þetta sem maður kemur svona úr Ítalo-diskónu sem eru þessar skemmtilegu syndamelodíur og danstakturinn náttúrulega er aðeins hægari heldur en í til dæmis nútíma house eða teknotónlist sem ég spila líka reyndar en ekki þetta kvöld, þarna verða bara 80s stuð og dansstuð og já, þannig að ég er svona hrifin að þessu svona Ítalo-diskói já. Þannig það verður svona, þú kannski aðeins færir því yfir í hiphopið og þú verður svona í Ítalo-diskó-feelingnum og þannig að það er hægt að fá svona, ef maður er allt kvöldið, þá getur maður fengið svona eitthvað af öllu. Það byrja klukkan 8 og við verðum að sjálfsögðu til 3 eins og alltaf var inn í 80s. Og það er mjög mikilvægt, það verður allavega eitt vangala í lokin, það verður náttúrulega að vera. Akkurat, þetta var einmitt umræða inn á spjallfræði hjá okkur, hvort það ekki örugglega vangalag í lokin. Mjög nauðsynlegt. Þannig að það er eins gott að vera búin að finna sér partner til að vanga við, kortir í 3. Og það verður eitthvað vel valið. Vel valin powerballa. Já, einmitt. Já. En hvernig svona, finnst ykkur að því að svona nútímunum það skýtur upp kannski 80s lögunum í svona sömplum og öðru, en finnið fyrir, ég veit að þú ert mikið með úlingum og sem kennari og er eitthvað svona, finnið þið fyrir áhuga á 80sinu aftur, bara svona sem í heild sinni á svona meðal yngra fólks? Ég er alltaf að bíða eftir að verði svona smá comeback. Já, þú veist, þau kannast við fullt af lögum, Soni minn, ég á 19 ára son, og er með krökkum hann á. Ég er samt alltaf að bíða eftir að nemendum mínir biðum að vera DJ á balli hjá sig það var árshátíðar miðasala í dag, það var allt trillt, Svo var verið að kynna árshátíðina og það var ekkert sagt hverju voru DJ-ar og ég náttúrulega spurði, hverju eru DJ-ar? Og nei, það er búið að kynna line-up en nei, ég er nú bara grínast en þau vilja kannski ekki alveg hafa mig. Já, stundum ég held þau að vera með DJ Dóru Júlíu, allavega einu sinni, ég man ekki. Er ekki svolítið meira af konum að DJ-a núna heldur algjörlega. Svona þessi svona þekktustu nöfn og þessar sem eru svona hver virkastar í að spila alla vikuna í rauninni á stöðunum. Þetta virðast svona uppdrópa að vera konur. Þetta er orðið bara, þær eru komnar mjög margar og bara til jafns á við kallarna sem er bara gaman og þær eru ekkert að spila einhverja væmna tónlist endilega, þær geta að spila bara hardcore techno eða drum and bass eða eitthvað, ég reyndar sjálfur líka að elska svolítið hiphop og 80s hiphop, þannig að ég kannski en já, Ítalo-diskóballuðnar, þær eru svona Já, það er náttúrulega líka að því 80s náttúrulega byrjaði svona svolítið upp úr diskóinu og þar og svo endaði í svona, þú veist, meira svona eins og techno og hiphopi. Þannig að þetta er náttúrulega mjög breið tónlistar, þú veist, þetta er náttúrulega ekki ein tónlistarstefna. Þannig að það örugglega mun kenna ýmissa grasa þarna. Verður náttúrulega 4 og skiptust á að spila, þannig að þetta verður fjölbreytt. Á fólk að mæti búning? Endilega. Ætlið þið að vera í búning? Ég verð með hliðatakla allavega. Ég
ég er nýbúin að raka mér hárið, þannig að ég verð ekki með hliðartak. Nei, þú ert meira svona Sinead O'Connor búning. Já, ég er líklega bara að raka það aftur og verð Sinead. Já. Ég er allavega með Palestínu klútin, sko. Já, ég ætla að vera með grifflu líka. Já. Þannig að það er líka svona. Neongrifflur. Reyndir ekki, en það má krydda svona, þú veist, með litríku belti eða jafnvel svitabandi ef fólk vill. Legglífar er líkast koma sterkar inn. En já, við hefum heyrt af vinkonuhópum sem ætla að koma og vinahópum sem ætla að fjölmenna, þannig að þetta verður skemmtilegt. Ég fekk mitt post í dag og var að verða að spyrja hvað maður kaupir miða. Ég sagði það er bara frítt inn, þannig að allir velkomnir. Byrjum náttúrulega 8, það er kannski ekki allir sem verða allt kvöldið, en eins og ég segi, verðum 3. Þið bara, já, þetta verður heilmikið fjör. En af hverju, hvernig, því ég veit að þið svona tónlistarlegt uppeldi og allt það, en ég veit að það er ekkert rosalega langt síðan að þú byrjaðir svona DJ fyrir alvöru, Ásalind. Nei. Það voru eiginlega 10 ár núna í haust sem ég ákvaða að gerast DJ. Ég var búin að vera lengi bara á dansskólinu, klúbbadansari, og var þegar hásið og tekno var að byrja, þá við vorum bara svona 30 mann sem ferðumst á milli klúbba í Reykjavík og voru ekkert margir sem hlustuðu þá á hás og tekno á Íslandi. En já, og þannig að nei, það er bara 10 ár. Þannig að það er bara mjög gaman að og það er svona, fara hinum megin við borðið. Einmitt, svo ég er svona hinum megin við borðið, en líka bara það er bara ánægilegt að sjá konu á miðum aldri sem að einhvern veginn svona, ég fer bara gjörsamlega nýja leið í lífinu. Það er mjög hressandi. Það er mjög hressandi. Færðu ekki bara svona jákvæð viðbrögð við því? Jú, bara fín viðbrögð, sko. Ég á svo sem kyn til þessa, sko, pabbi minn er búin að vera að gigga, hann er rúmlega 70, sko, og en þá að spila einhverju countrybandi eða þú veist, hann er náttúrulega svona, já, búin að vera lengi, þannig að þetta er smá í ættinni hjá mér að vera endalaust að tróða sér á framfæri eitthvað starf. Og þér líka, og mamma þín er nú ennþá plötu snúður af Dillon. Já, hún er sem þetta Andrea Jónsdóttir, akkurat. Er á Dillon eiginlega allar helgar. Hún verður endar ekki þessa helgi. Nei, hún verður ekki. Nei, hún verður í öðru djobbi, sko. Þannig að, já, en ég verður þarna með þú verður þarna fyrir fjölskylduna. Það verður alltaf að vera einn. Já, en ég hef hins vegar öfugt Ásalind aðeins horfið af Já, einmitt, af því að þú varst meira í þessari senu kannski fyrir einhverjum áratugum og svo. Já, ég var að spila í London þegar ég bjóð þar, sko. Það 90 eitthvað og svo kom ég til Íslands 99 og byrjaði að spila á píanobarnum sáluga meðal annars og 22 og Prikinu líka ég var heilmikið á Prikinu að spila hardcore hip-hop og já þannig að en svo svolítið hvarf ég í barnauppeldi og annað en er alltaf til ég að kippa í spilarana og er með á heima hjá mér það er komað mitt með mér á Dillon þannig að já, við munum þeita þarna á spilarana mína sem eru búin að svolítið safna reiki upp á síðkastið, sko. Já. Hvað, að því að það er alltaf verið að tala um að, miðbærinn sé orðin svo breyttur og það sé einhvern veginn svona annað landslag og jafnvel hann sé hættulegur og fólk einhvern veginn svona tolli í svona misjöfnum tilgangi einhvern veginn inn á stöðunum, það sé nú kannski ekki endilega að dansa og þar fram eftir göttunum. Finnið þið eitthvað fyrir þessum mun eða greinið þið eitthvað svona, eitthvað breytingar? Ég meina bara frá því að þið fóruð fyrst á klúbbana. Væntanlega einhverjar. Já, ég er svo sem sko, ég verð nú að viðkynna það, ég fer ekkert oft út að dansa helgar nema ég sé að spila sjálf, sko, þú veist, en ég gera það samt, ég gera það samt alltaf annars slægið og ef ég er að hitta vinkonu mín eitthvað, þá langar okkur yfirleitt að fara eitthvað aðeins og dansa, en þetta verður allan að tækifæri fyrir alla miðaldra matarklúbbana og spilaklúbbana að kíkja aðeins út og dansa kvítvísklúbbana og hrista á sér skankana svolítið. Þetta verður gaman, held ég.
það einmitt, kannski bara ekki síst mikilvægt að svona, rækta félagslegu tengslin og bara gleyma sér í að dansa eins og akkurat núna. Það þetta, svona skelfilegt ástand bara í eiginlega hvert sem að maður lítur í veröldinni. Þannig að þetta svona, dansa til að gleyma. Það líka bara aðeins að þú veist, gleyma mómentinu, sko. Dansa til að gleyma og líka til að muna. Já. Af því að svo fer maður í svona nostalgíu, sko. Sérstaklega með þessa 80s tónlist. En við náttúrulega, sko, ég held að sé meira segja hópur af fólki sem ætla að hittast og borða saman og undan. Þetta þess að það síða á Facebook sem heitir Gleymdar perlur áttunar sem að Doddi litli heldur úti. Já. Og það var svona uppalega pælingin að vera ekki að spila kannski bara vinsælustu lögin, heldur líka einhver svona góð lög sem að kannski, þú veist, voru á björliðinni eða, þú veist. Já, fyrir nördana. Já, fyrir nördana, en þú veist, en það verður auðvitað blanda, þú veist, þetta verður auðvitað bara, Kemur einn og einn hittari inn á milli. Já, engar ágjörð því. Og þetta eru náttúrulega allt hittarar, það bara, Já. Í mismunandi kreðsum, sko. Já. En svona, kannski bara að lokum, hvað uppáhaldsleiðið ykkar? Uppáhalds-80s-leið. Það sem þið setjið á í bílnum þegar þið þurfið að koma ykkur í gang eftir erfiðan dag eða bara eitthvað svona. Þetta rosalega erfitt. Þetta erfið spurning. Átt þú eitthvað uppáhaldsleik, Ása? Ætli ég verði ekki að segja bara Dolce Vita eða I Like Chopin með Gazebo eða eitthvað svona ítalodisco ballada. Mér finnst það rosalega erfið spurning, sko, en ég myndi örugglega velja eitthvað með Prince. En það til dæmis björliðarlag sem heitir Erotic City sem hefur verið í miklu uppáhaldi á mér. Og ég hef oft spilað í gegnum árin, sko. Ég tek það örugglega með. Já, það er þá 12 tómi, þannig að Yes. Þetta var sem sagt ekki á Purple Rain plötunni, heldur var sem sagt bara björliðarlag með held ég Let's Go Crazy eða eitthvað, en þarna er sem sagt Sheena Easton syngur með honum þannig að þetta er alveg brjálæðislega funky lag og alveg til að dansa við, sko. Alveg danslag, einmitt. Já, Level 42 kemur líka sterkt inn. Mér finnst það skemmtilegt. Það er svona, en svo er þetta bara endalaust, þú veist. Endalaust. Margir. Já, einmitt. Endalausar ástæður til þess að dilla sér. Endalausar ástæður til að dilla sér. En bara svona til þess að skerpa á þessu, þetta er á laugardagskvöldið, 8:00 til 3 á Dillon á Laugavegi. Byrjar 10, er það ekki? 10, byrjaði ekki 10? 8 til. Nei, fyrir ekki 8 fyrir ekki 8 til 3. Doddi byrjar 8, svo koma stelpunar 9:30 og skiptast á að spila framfyrir kvöldi. Stelputónlist. Þarna í Nei. Jú. Tónlist fyrir allt fólk. Já. Bara góð tónlist. Já. Dásalegt, Ásalind og Laufi, takk hérlega fyrir að koma og aðeins gleði okkur með 80-sinu. Já. Og hér skulum við setja punkt. Ég þakka fyrir okkur í kvöld og bið ykkur góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.